Komið sælir og blessaði kæri tvíburar. Það er komið að ykkur og júlí mánuði fyrir ykkur sem ég vona að verði góður. Ég er búin að taka spilin og leggja þau niður, bara hreinlega til að spara tíma. Tekur smá tíma að lesa þessa sígaunarlögn, eins og hún heitir. Þannig að ég bara flýta aðeins fyrir. Þið kæri tvíburar fáið þemaspil fyrir júlí sem ég ætla að byrja á hérna. Og þemaspilið ykkar er andi þakklætisins. Þannig að þakklæti er ykkar þema í júlí. Þetta er hugarástand sem að er mjög gott að vera í ef að maður vill að allsnægtir flæði til manns, þá er það að vera þakklátur fyrir það sem maður hefur besta ráðið. Þið gætið fundið fyrir þakklæti annara í júlímánuði líka. Og ég veit að júlímánuður er nú byrjaður, þannig að þetta er ekki svo náið með tíman, þetta er fram í ágúst líka. En allavega, þetta er svona eitthvað sem er upp á pallborðinu hjá okkur í júlí sem þurfum að huga að. Og ef þið vill bara verður mánuðurinn gjöfull af alls kyns hlutum og þið finnir meira fyrir þakklæti en áður. Fallegt spil. Ég ætla að setja það hér. Svona og meðan við höldum áfram að lesa. Það fyrsta sem ég sé hérna við lögnin ykkar eru hvorki meira ni minna en 3 ásar á 4. Mikið nýjungar og nýtt upphaf hjá okkur. Og það sem ég sé líka er það að hér er ekki mikið af trompum eða háspilum. Þannig að þið virðist vera með spilin á hendi yfir verkefnin ykkar og útkomuna. Það er svolítið opið í báða enda, hvernig hlutirnir þróast hjá okkur. Jæja, en við byrjum á atvinnun ykkar eða því sem að þið eruð að fást við, viðfangsefnin ykkar. Það getur verið tómstundir líka. Og svona það sem þið eru að taka ykkur fyrir hendur dagsdaglega. Þar sé ég strax að það er eitthvað nýtt sem er nýhafið. Þið getur hafa verið að byrja í nýrri vinnu. Þið getur verið með nýja hugmynd í kollinum sem þið eruð að vinna úr og þróa, sem er bara svona rétt farin að spíra. Margir ykkar, kæru tvíburar, þráið eiginlega að komast í frí og eru svolítið kannski bara sprungnir á vinnunni. Það er búið að vera mikið álag og mikið áreiti hjá mörgum ykkar. Og jafnvel þannig að einhverjir ykkar eru bara hreinlega farnir að sýna veikindaeinkenni. Við skulum vona að það sé hjá fæstum. En þá er svo sannarlega kominn tíma frí. Og mér sýnist endir lokin á júlí eða fram í mánaðamótin júlí-ágúst, þar verður breyting á orkunni ykkar, þar sem að þið náið svona aðeins til ykkar kröftum aftur, eftir kannski erfiðan tíma. Þið gæti hafa bara lent í veikindum sem er að ganga, nefni engin nöfn. Já, allavega þá er brunnurinn ykkar svolítið tómur í augnablikinu. Að þið þurfið ekki að örvænta með það. Ok, heimilið ykkar grunnþarfir og líðan og innan heimilisins getur líka verið fjölskylda eða partur af því. Þar getur verið að einhvers konar misklíð sé búin að vera í gangi.
Þið hafið kannski þurft að rífast við einhvern eða hafa skoðanaskipti, hörð skoðanaskipti. Einhverjar fréttir gætu hafa borist sem hafa sett ykkur pínlítið á jafnvægi. En svo getur líka verið að einhverjir ykkar hafi bara hreinlega þurft að taka snöggar ákvarðanir varðandi heimilið núna undanfarið. Vegna þess að í dag sé ykkur á tímamótum þar sem að þið eruð að loka einum hring og klára að hnýta alla hnúta, stoppa í öll göt og leysa öll verkefni. Þetta svona tími líka sem getur verið áður en að þið farið svo af stað í frí eða í önnur verkefni. Að þið séu svona að taka til, ganga frá, passa allt sé í lagi, hreint og fínt þegar þið komið aftur heim. Því að ég sé líka hérna ferðalög hjá mörgum ykkar. Allavega svona svolítið umskipti í gangi akkurat núna og einhverjir ykkar eru að fara í framkvæmdir innan heimilisins núna svona þegar líður á sumarið og enn aðrir ykkar, kæru tvíburar, eru hreinlega að fara að kaupa eða selja húsnæði því það kemur líka hérna upp. Þetta er misjafnt eftir einstaklingum. Það eru margir möguleikar hérna sem koma með spilunum og ég verði að færa í orð það sem kemur til mín. Já, svo eru enn aðrir ykkar líka sem eru að fara að vinna, breyta vinnun ykkar þannig að þið eru að fara að vinna að heiman frá ykkur og eru auðvitað í því svona að setja upp vinnu aðstöðu þar. Þið getið líka verið með sjálfstæðan atvinnurekstur. Þess vegna kemur vinnan hérna inn í heimilisdálkin ykkar. Allavega virðist líðanin vera ágætt og mér sýnist að þið eruð að sinna sjálfum ykkur eins og ber. Þannig að allt jákvætt þar. Síðan komum við að því sem að þið þráið og það sem ykkur langar til og hvernig heppnin kemur inn í það. Og í fortíðinni eða svona það sem er liðið virðist koma upp að langanir ykkar og þrár hafi svolítið snúið að því að annaðhvort að þið séuð að læra eitthvað nýtt eða þið séuð að betrum bæta og bæta við þekkinguna ykkar. Margir ykkar eru fagmenn fram í fingurgóma og það tengist ykkar svona löngunum og þrám. Það getur verið ákveðin metnaður í gangi hjá mörgum ykkar það að verða bestir í einhverju. Í dag eru þið svolítið farnir að sjá hlutina skýrt, kæru tvíburar. Og það sem að ykkur langar til og það sem þið þráið er farið að taka á sig skýrari mynd og áþreifanlegri mynd. Margir ykkar eru að klára langt og erfitt nám og einhverjir ykkar eru svona þráið það að geta farið að skipta umhverfi, vettvang sem ég sé marga ykkar gera hérna undir lok júlí. Og það er að færa ykkur svolítið set. Það gætu verið flutningar, en það geta líka verið svona, hvað ég segja, bara breytt viðhorf og breytt að þið séu að breyta svolítið að reynslan er búin að kenna ykkur að það sem ykkur langaði til hérna fyrir einhverju síðan ef til vill ekki það besta fyrir ykkur.
Þannig að þið eru svolítið að færast út úr gömlum munstrum og gömlum hugsunarháttum. Og allt þetta færir júlímánuður ykkur fram í ágúst. Ok. Já, og ég ætla að bæta því við að það er allt til hins betra, þessar breytingar. Þannig að þið megi að vona á því að hluti breytist til hins betra. Síðan erum við komin yfir í vinina ykkar, stuðningsnetið. Þar geta líka verið fjölskyldumeðlimir eða svona þeir sem eru mest í kringum ykkur. Og í fortíðinni sýnist mér þið hafa verið afskaplega heppnir varðandi það að hafa átt góða vini, gott stuðningsnet og það hefur auðvitað bara oft komið ykkur á óvart hversu vel þeir hafa reynst ykkur. En aftur á móti í dag virðist einhver misklíð verið í gangi. Samkeppni og bara rifrildi eða einhvers konar hnökrar varðandi vináttuna eða stuðningsnetið. Vonandi er það ekkert alvarlegt, en þetta verður svolítið til þess núna í júlí að ég sé þig, kær tvíburi, draga þig svolítið út úr og huga bara að þér og þínu og kannski leyfa svona á meðan að rykið settlast varðandi þessa misklíð sem er bara gott mál og þið verðið síðan þá bara að taka upp þráðinn að nýju seinna meir. Kannski er eitthvað sérstakt í gangi í vinahópnum sem að er erfitt að leysa úr en sem að þú einn kæri tvíburi getur ekki leyst á eigin spýtur og þá kannski bara ágætt ráða að draga sig aðeins út úr eldinum. Já, fyrir einhverju ykkar fæ ég að þessi misklíð er vegna peningamála. Það getur verið mjög eldfimt í vinahópi. Til dæmis að fá lánaða peninga. Þetta gæti tengst einhver slíku. Af því að þetta kemur upp sem samkeppni. Líka, þá gæti verið þarna einhverjir aðilar sem finnst þér verið að leggja meira mörkum heldur en hinir og það gæti orðið svona einhver illindi út af því. En þetta leysist nú allt vonandi þegar líða fyrir á sumarið, sýnist mér. Allt í lagi, þá er það ástarsambandin ykkar, náin ástarsamband, rómantík og fyrir ykkur sem eru í sambandi sé ég hérna margt nýtt gerast í júlí. Það eru nýjar hugmyndir upp á borðum, það eru nýjir efnislegir hlutir að gerast. Það getur verið alls konar ferðalög og líka samræður og hlutir ræddir til hlítar, mikið góð og jákvæð samskipti og bati eftir veikindi líka. Fyrir ykkur sem ekki eru í sambandi og eru til að leita og sé ég ykkur hafa tekið ákvörðun að nú sé kominn tími á ástina og þið séu tilbúin að gefa henni séns. Og þið eru kröfuharðir, kæru tvíburar. Þið setið fram ákveðnar kröfur það hvernig þið viljið að hinn aðilinn sé. Sumir ykkar skrifa þetta ef þið vill niður, nú eða skrifa þetta á einhvers konar samskiptaforrit. Þið sjáið mjög skýrt hvað þið viljið og hvað þið viljið ekki, sem er bara afskaplega gott. Þið bara passið ykkur á
að verða ekki of smámunasamir hvað þetta varðar. Það kann ekki Gorlukka stýra. En ég sé nýtt upphaf og það, eins og ég sagði hérna í byrjun, það í heildina mikið af nýrri orku hérna hjá okkur. Þannig að það eitthvað skemmtilegt að byrja í júlímánuði fyrir ykkur og þið getið látið ykkur hlakka til. Já, þá það plönin ykkar, áætlanirnar ykkar og markmið sem þið hafið sett ykkur. Fortíðinni hafið þið verið með mikið af plönum, marga sprota sem að þið hafið þolinmóðir beðið eftir að bæra ávöxt. Og stundum hafið þið verið orðnir dálítið þreyttir á að bíða og langeygir eftir einhverjum niðurstöðum varðandi það. Það hefur valdið ykkur streitu og það ákveðið svona streituferli í gangi akkurat núna varðandi eitthvað sem hefur ekki skilað sér á þeim tíma sem þið vilduð. Ég segi bara reynið að losa ykkur við þessa streitu eða þennan streituvald. Biðjið einhvern aðstoða ykkur ef að það möguleiki eða reynið að beina huganum eitthvað annað. Því að þetta er farið að taka sinn toll og farið að svona halda ykkur í smá heljargreipum, sýnist mér. Það að þið gerir plön og áætlanir og markmið er gott og blessað en síðan er trikkið að sleppa takinu og leyfa hlutunum að gerast og hafa áhyggjur af einhverju öðru á meðan. En mér sýnist þið vera að bera ansi þungar byrðar hérna hvað þetta varðar og þið gætu verið skuldbundnir á einhvern hátt á fleiri en einn veg, með fleiri en einni manneskju, það getur verið fjölskyldumeðlimir eða eitthvað slíkt og það er dálítið þungt hlass sem að svona er á herðum ykkar núna. Þannig að það er kominn tími til að aðeins að staldra við og reyna að sleppa hlassinu. Framundan hvað þetta varðar sé ég ykkur á þrjóskunni. Þið getið og þið ætlið og þið skuluð gera það sem að þið voru búin að plana. Það er svolítið þrjóska í gangi og stífni. Hún kemur manni oft langt, þrjóskan. Og þið eru svolítið að verja ykkar hugmyndir og ykkar svona framkvæmdir. Þróunin verður ef til vill sú að þið þurfið að slaka betur á með þetta. Ég skynja bara hérna mikla svona stífni og mikil þyngsli yfir þessu öllu saman. Ég er að velta fyrir mér þið tvíburi, þið eru loftmerki, hugsanir og hugmyndir. Ég held að þetta sé aðalega hugurinn ykkar sem er svolítið að valda ykkur erfiðleikum. Það getur verið gott að reyna eitthvað streitulosandi. Margir fara út að hlaupa, segja það sé gott. Selja ekki dýrar en ég keypti það. En allavega, þið eru greinilega mjög fókuseraðir og mjög þrjóskir varðandi plönin ykkar í júlí. Allt í lagi með það. Svo
Svo það sem ykkur hjartansmál, hvað þið viljið fá út úr lífinu, hverju þið leitið að í lífinu. Það getur verið eitthvað sem hefur verið það sama alveg frá því að þið muni eftir ykkur. Það getur verið eitthvað sem kemur alltaf nýtt til ykkar á nokkur ára fresti. Þetta svolítið erfiður kafli hjá ykkur, tvíburar, því að í fortíðinni virðist þið ekki hafa þorað að horfast í augu við þessa hluti. Ykkar hjartans mál, hvað þið viljið fá út úr lífinu, persónuleg takmörk ykkar, leit ykkar. Sumir leita sannleikans alla ævi, aðrir leita ástarinnar, einhverjir leita velgengni. Hverju eru þið að leita að? Í dag, ef ég myndi spyrja ykkur, þá myndi þið segja mér með svolítið svona bitrum róm að þið væri ekki búin að finna það sem þið ætluðu að fá út úr lífinu og lífið sé nú bara ekki endilega þannig að allir fái það sem þið vilja. Það er svona tilfinningin sem ég fæ með spilunum ykkar hérna. Annaðhvort hafið þið svikið ykkur sjálfa, kæru tvíburar, og nú tala ég bara tæpitungulaust. Eða þið hafið orðið fyrir því að annar aðili hefur beitt ykkur óheiðarleika eða svikið ykkur á einhvern hátt. Og það er að valda þessari sorg eða þessari biturð í dag. Þannig að þið kastið ábyrgðinni yfir á hann, að það sé þessum aðila að kenna að þið séu ekki búnir að ná út úr lífinu því sem þið ætluðu ykkur. Ef að það er raunin þá segi ég bara hver og einn verður að bera ábyrgð á sér. Þegar líður á sumarið sé ég ykkur vongóða og aðeins komna upp úr þessum hjólförum. Þá sé ég ykkur vongóða að bíða eftir nýjum tækifærum. Þannig að þetta er eitthvað tímabil. Á ensku mætti kalla þetta kannski funk. Þetta er einhvers konar erfitt tímabil þar sem tilfinningar að gerjast innra með ykkur, þar sem ykkur finnst þið ekki vera að fá það sem ykkur ber. Ykkur finnst þið ef til vill skildir út undan, kæru tvíburar. En hjálpin er til staðar og hún felst í því að þið takið ábyrgð og horfið síðan til framtíðar með hlutina. Og mér sýnist að það sé einmitt það sem þið ætlið að gera, kæru tvíburar. Nú, ef þið hafið beitt einhvern órétti eða sjálf ykkur, þá er það eitthvað sem þið þurfið að skoða eða íhuga. Ok. Tvíburar góðir. Þá ætla ég að taka örfá spil í viðbót áður en við klárum þetta. Júlímánuður. Já, líttu innra með þér. Look inside yourself. Horfðu inn á við. Það er stundum erfitt að þýða svona bara spontant. Horfðu á allt það góða sem er innra með þér og leitaðu svaranna þar. Þetta er svona svipað því sem ég var að segja. Taktu ábyrgð á þér, leitaðu á svörunum innra með þér en ekki út á við til einhverja annara. Og þetta spil er afskaplega fallegt, grænum sumar lit og þú finnur örugglega eitthvað fallegt, kæri tvíburi, með því að horfa inn á við, leita inn á við.
Hugleiðsla væri mjög góð til dæmis til að komast í tengslu við það sem er innra með ykkur. Svo fáið þið hérna vísbendingu að vera jarðbundnir. Tengist svolítið græna litnum hérna í þessu spili líka. Teygið ræturnar ykkar í bara djúpt niður eða í allar áttir og náið ykkur í stöðuleika og jarðtengingu. Það er hægt að gera með hugleiðslum líka. Það er líka hægt að gera bara með því að fara út í náttúruna. Kannski hafið þið ekki farið út í náttúruna í langan tíma. Það var svo sannarlega kominn tíma á það. Og ég ætla að minna á þemaspilið ykkar hérna sem að fólst í þakklæti. Maður verður mjög þakklátur þegar maður tengist náttúrunni og upplifir allt sem hún hefur að gefa. Náttúran kennir manni oft á tíðum hvað aðrir hlutir í lífum manns eru mikið hjóm þegar maður miðar við náttúruna. Síðan eru spil hérna sem að gefa tímasetningar. Þannig að það er eitthvað sem að þið eru að spá í varðandi tíma, hvenær eitthvað gerist. Þá fáið þið hérna spil sem gæti gefið vísbendingu það. Afsakið. Þurfti ég skyndilega að hnerra. Og ekki mjög skemmtilegt þegar maður er með míkrofóninn í andlitinu. Já, tímaspilið segir bara að þetta sé eitthvað sem er þess virði að bíða eftir. Hvað sem það er. Ok, þannig að þá þurfið þið ef til bara sína þolinmæði og þakklæti og vita það að það sem að þið eru að bíða eftir er verðmætt og þessi verið að bíða eftir. Ef þið vill er þetta einn tunglhringur. Svo er það ef þið hafið spurningu þar sem þið viljið fá já eða nei svar eða eitthvað þar á milli. Þá er núna tíminn til að bera hana upp. Og svarið er, þú getur verið viss það. Þannig að svarið er já. Vonandi var það svarið sem þið voru að vonast eftir. Heyrið mig, kæru tvíburar. Þá er lesturinn ykkar kominn. Þá vil ég þakka ykkur bara kærlega fyrir að horfa og hlusta. Vona að júlí mánuður verði ykkur yndislegur. Ljós og kærleikur.